Benedikt Guðmundsson, þjálfari Þórs. Benni, Akureyringar hafa beðið lengi eftir þessari stund. Þessu körfuboltaliði í efstu deild, síðast úr þetta 2008-2009. Það spenningur í hópnum. Já, ekki allir spenntir núna? Það var alltaf sagt skýrt við mig hérna þegar ég var ráðinn að menn vildi eiga lið í efstu deild og nú bara að njóta og hafa gaman og gera sitt besta og reyna að fara eins langt maður getur. Var það Ágúst Guðmundsson sem vildi fá lið í efstu deild? Já, og bara allir sem í kringum körfuna. Þetta vilja menn hafa úrvalsdeildarlið hérna. Það bara þannig á það að vera og nú þurfum við bara að festa okkur í sessi í efstu deild. Benni, hvernig hefur undirbúningurinn svona almennt gengið? Nú þetta ekkert rosalega breytingar frá því í fyrra. 2 með farnir og 3 konir og þar af 2 kannar, Dari Lewis og Riley. Þannig að þetta verður hörkulið. Já, náttúrulega annar kani frá því fyrra og það náttúrulega bara svona þetta típiska svona það sem gengur að gerist og hann að fyrir utan það þá þetta, já, Elías Svarinn og Yngvi og Lewis í staðinn og hann að þetta ekkert gríðarlega mikla breytingar en ég eins og leikmenn og allir við söknum Elíasa Kristjánssonar, ég veit ekki hvort allir gerðu sér grein fyrir mikilvægi hans í þessu liði hérna í fyrra og maður finnur það alveg að vantar þessi element sem hann hafði og bæði inn á vellinum og svo náttúrulega var hann bara frábær í klefunum, þannig að við söknum hans en við erum búin að fá hérna 2 stráka sem að kunna þetta og eru góður í körfubolta, þannig en kjarni frá því fyrra, hann þarf að vera öflugur. En eins og segir á með Ella, hann náttúrulega var ótrúlegur náungi og ótrúlegur náungi og hann hvatti okkar náttúrulega með eftirminnilegum hætti svo allir muna hérna í síðasta leik þar sem hann fór hreinlega á kostum og var bara við flugveldasýningu. Já, hvað segði hann ekki 7-8 þrista hérna í síðustu umferðinni og já, eins og ég segi, þetta bara eitt mesta topp eindag sem haft í sínu liði og við söknum hann sérstaklega varnarlega og svo náttúrulega var hann hörku skytta líka en svo var hann bara svo mikill félagsmaður og topp náungi að ekki komið nóg að dásama núna hérna, það má ekki dásama nóg mikið en við teljum okkur búin að fylla í þessu skörð og bæta aðeins við en eins og ég segi, þetta snýst hvernig kjarnin í fyrra hvernig hann spilar í vetur og sérstaklega ungu strákarnir Tryggvi og Raggi, hvort að þeir haldi áfram að bæti sinn leik og stíga skrefið frá að vera efnilegir í að vera góðir og ef við náum því fram þá getum við orðið virkilega flottir í vetur. Þetta náttúrulega mikill munur á því að vera í fyrstu deildi og úrvalsdeild, það er konið hérna upp á stóra sviðið þannig að nú ekkert elsku mamma og bara allir leikir eru alvöru. Já, ég meina nú ertu bara að spila á móti Hlynni Bærings og Jóni Arnóri og Loga og öllum þessum landsliðsmönnum, þú veist, sem oft kannski ekki að mæta í fyrra, þannig að þetta allt önnur deild og allt annað getustig, þannig að við erum bara brattir, við teljum okkur eiga heima í sér í deild og ætlum að reyna að koma okkur í úrslitakeppni en aðalatriðið náttúrulega bara að festa Þór Akureyri í sessi í efstu deild, ekki bara næsta heldur bara í framtíðinni. Finnur þið titring svona ekki bara í hópnum, heldur svona út fyrir að menn séu svona loksins að bresta á? Já, ég held að sé náttúrulega leið allt of langur tími frá því að Þór var í efstu deild og þetta bara gott fyrir íþróttalífið eiga núna lið í efstu deild í körfu, handbolta og svo fór KF upp í fótboltanum og þetta bara alltaf stórt bæjarfélag til þess að vera með einhver lið í neðri deildum. Snúum okkur aðeins á leiknum á morgun. Það eins og þú sagðir, það náttúrulega stórstjarnan Hlynur Bæringsson nýkominn til Ísfirði þá, þeim spá titlunum og það nú gamall þjálfari Þórs, Hrafn Kristjánsson. Þetta verður mikið gaman. Já, þeir fyrir utan Hlyn náttúrulega, þú veist, með Justin Sjá, Marvin Valdimarsson, Tómas Eði, þetta náttúrulega bara
hörku leikmenn í öllum stöðum og þeir hafa mikla breidd, þeir eru með marga menn, þeir geta spilað á 10-11 mönnum og á þess að detta eitthvað niður getustigið á vellinum og svo náttúrulega kann Hrafn þetta allt saman. Þeir gera náttúrulega flotta hluti hérna og er náttúrulega hörku þjálfari sem kann fræðin og þannig að þeir hafa allt til alls, þeir hafa baklandið og allan pakkan til þess að fara alla leið í vetur. Valið maður í hverju rúmi? Já, þeir eru bara, maður sér allan ekkert í augnablikinu sem ætti að koma í veg fyrir það að þeir geta orðið meistarar þennan veturinn en vissulega eru fleiri góð lið hérna sem ætla nú að keppa við á og aldrei að vita nema við verðum eitt að það líður á tímabilið. Og allir vilja leggja lið sem er spáðið með svona og það er náttúrulega kannski verkefni okkar á morgun að gera allt sem hægt er til þess að leggja þá. Já, við seljum okkur dýrt hérna á morgun og þó við berum virðingu fyrir þessum mönnum og þessu liði og þá erum við náttúrulega bara að reyna að krækja einhver stigi hérna, það eru 2 stigi í boði og það er eins og oft sagt það eru 6 lið að fara að tapa í fyrstu umferð og við viljum frekar vera eitt af þessum 6 sem vinnur í fyrstu umferð. Við líst vel á það. Benni, og við náttúrulega vonum að Akureyringar fjölmenni í höllina og komum á stigi í sitt lið. Það er náttúrulega bara lykilatriði að þú veist og þá ættir það bara að koma í ljós þú veist á næstunni þú veist hvort að Akureyringar ætla að njóta þess að eiga lið í efstu deild eða hvort að þeim sé sama að við séum bara í fyrstu deild sko því að við höfum ekkert að gera upp nema að við fáum góðan stuðning í vetur. Þetta er erfitt verkefni og það þurfa margir að hjálpa til þess að við getum gert góða hluti. Þannig það er auðvitað bara þannig, við verðum að hvetja Akureyringa til að koma og njóta þess að sjá hvað er að gerast þetta, ekki bara fylgjast með stöðutöflunni og textavarpinu. Nei, það er líka bara hundlegir, það er bara stressandi að vera að refressa á lifandi tölfræðinu þarna á vefnum og sjá ekki neitt og vera að bíða eftir hvað gerðist næst og svona. Það er akkurat ekkert vit í því, það er miklu skemmtilega að koma hérna og njóta og horfa á marga bestu leikmennu landsins og sjá bara alveg körfubolta. Hér verður fjörið. Ekki spurning. En í gangi ekki vel. Takk fyrir það.